Ok. Sumir eru á því að til þess að fólk geti stundað líkamsrækt og heilsueflingu dugi ekkert annað en minna en svona 1,5 milljarður í mannvirkjum eða 2, eitthvað svoleiðis sko. Og það er verið að vígja núna svona mannvirki víða. 1,5 milljarður. Ég eyddi 1.500 krónum í mitt gym, það er hérna, mína líkamsræktarstöð, og það eru 2 svona lóð sem að ég nota fyrir mig, sem að gefa mér. Og ég gríp þau þegar ég er að gera eitthvað annað hérna í eldhúsinu, kannski að bíða til potti eða kaffi. Laga kaffi, þá gríp ég lóðinn og tek svona 3 til 5 lyftir eitthvað svoleiðis. Og þetta gerist nokkuð oft yfir daginn, sko. Og þetta dugar fyrir mig. Það gerir mikið þó að það sé lítið. 1, 2, 3 til 5. Og nú segi ég náttúrulega bara pínu lítið, sko. Vegna þess að maður getur bara aukið við þetta eftir BH, smekk á BH. Það þarf ekkert svo mikið græja með þetta. Kynslóðin sem var svo sterk að kallandi beygðu svona já á höndum. Hún notaði ekki líkamsræktarstöðvar. Nei. Þannig að þetta er bara svona, triksið er lítið en oft og þetta dugar alveg fyrir mig. Ég meina ég er 66 ára, verð 67 og ég ætla að halda mig bara við svona heima gym. Aðeins að skoða þetta á YouTube og svona og allt það. Þetta er bara, það þarf ekki meira. Jú, það getur vel verið sér gaman af 1,5 milljarði í hérna í íþróttamannvirkjum, eitthvað svoleiðis eða meira. En það sem að kannski eldri einstaklingar sem ég, 66 og já, upp og niður, sko. Það sem myndi gera mest félagslega til mig fyrir okkur, það væri svona ávísun á kaffi upp í bakaríi til dæmis. Eitthvað svoleiðis, sko. Vegna þess að allt svoleiðis telur þegar það er stöðugt að vera að kaupa sig inn á þetta og kaupa sig inn á hitt. 450 kall bara fyrir kaffi, já, sko, þegar menn ætla sér að lifa á litlu. Þá er nú hægt að gera mikið með 450 kall. Auðvitað finnst fólki það óskaplega erfitt í dag. Það er ekkert hægt að gera að því sumum finnst nema kosti að vera formúu. Og hérna, það er bara ekki svoleiðis.